Þetta er náttúrulega bara eins og maður sé að mæta á hóruhús. Já, ok. Það þannig? Já, ok. Það er þannig á hrauninu. Þá kemur þú í heimsókn og þú ferð inn í lítið herbergi og þar heyrir þú í öllum stunda sitt kynlíf og hafa gaman og þannig að þið líður svolítið svona að mæta í heimsókn á hraunið. Já. Þú tapar alveg smá, þú veist, það minnkar sjálfsvirðingin. Þannig að þetta er bara ákveðin tíma dags það sem að allir makar. Þá bara mæta allir og við fáum bara pínu lítil herbyggi en sem betur fer er nú komið nýtt, er komið ný álma, heimsóknarálma á hrauninu sem eru reyndar gámar. Já. En þeir eru snyrstilegir og ég vona ég megi nú nafngreina en hún Bogga sem sér heimsóknunar er alveg frábær kona og vill svo hafa þetta flott og fínt og þannig að það eru miklu stærri herbyggi núna. Já. En þegar ég mætti fyrst þá voru þetta herbyggi er rosa stórt. Já, með það. Já, þetta var bara, þú veist, bara eins og hérna. Og var þetta það bara herbyggi með rúmi? Eða? Já, bara rosa huggulegum svona svefnsófa frá því að 1900 og eitthvað. Okay. Þannig að þetta er alveg, þú veist, það tekur á. Já. En það er rosa erfitt. En til dæmis eins og núna, þessa helgi, þá var svo gaman að koma að Sogni af því að þar var ég bara svolítið frjáls og hann gat farið, ég bara gat verið inn í eldhúsi og ég gat labbað út og mér leið, ég var ekki með ég fæ innilokunarkennd sko og börnin mér líka og við erum hana 3, ég og 2 yngstu strákanir okkar fáum alveg svona netta innilokunarkennd. Það er óþægilegt að vera læstur inni. Það er það. En á Sogni get ég labbað bara út í bíl þegar mér langar. Já. Þannig að, já, vá, ég vissi ekki að þetta væri svona, ég held að, já, þú veist, og ég er ennþá föst á þessum herbyggjum, og er einhver sturta eða er þetta bara svona... Þetta er bara pínu lítið herbyggi með einum sófa og svo sko gömlu og með, þetta er bara svona svefnsófi. Þetta er bara, basically bara, þetta er bara ríðuherbyggi. Þetta er svolítið svoleiðis. Já. Og rosa smart fyrir, þú veist, foreldrana að heimsækja litlu drengina sína sem eru í fangilsi og hlusta á hina stundakynlíf og konur eru náttúrulega bara misjafnar og misjaflega háværar, þannig að þetta er alveg pínu vandræðalegt. Já, pínu, já. Og svo bara fara allir fram bara og jæja. Já, ég sé þetta ekki. Já, þetta er bara... En frábært samt að þetta sé hægt. Já, og nú er þetta náttúrulega bara, Bogga er búin að gera þetta svo fínt. Nú er þetta svona, það var alveg, þú veist, ég kom nú bara, held ég 2 eða 3 nýju heimsóknarálmuna á hrauninu og hún er rosalega fín og svolítið svona stór, þú veist, svona stór geimur svona fyrir það sem þú getur fengið að drekka og herbyggið er bara svolítið stór gámur, þú veist, þar er svefnsófinn. Já. Ég hefði nú viljað sjá nýja svefnsófa þegar tóku gömlu og svo er hún búin að setja svona sætborð og stóla og svona, þannig að þú veist, það eru borð og stólar og hljóðeinangrað kannski meira? Ég bara veit það ekki, maður verður, þú veist, þegar maður fyrst var þetta náttúrulega sáfall fyrir 1,5 ári síðan, sko. Já. En svo venst allt. Það er alveg sama hvað það er, það venst allt, sko. Það er ótrúlega magnað, einmitt. Svo bara næsta skipti þá er maður ekki alveg absokkaraður og svo næsta skipti þá er maður ekkert að pæla í þessu. Nei, svo bara verður maður bara samdöina. Já. Svolítið svoleiðis. Já. En þetta er ekkert smart. Nei. og þú veist, þetta er rosa kjánalegt. En þetta er alveg svona, samt eitthvað svona sem maður... Ég vissi ekki að væri, sko. Ég vissi ekki að það væri, þú veist, bara möguleiki fyrir svona heimsóknir. En það er frábært að það sé. Já. En þetta er ekkert smart. En þú veist, ég get ekki myndað mér til að sé eitthvað... Nei, þetta er ekkert... Mest kynaröndi umhverfi sem maður getur verið í. En það er allan einhver nánd sem að verður á milli, þú veist, og ég held að það sé, þú veist, eins og bara fyrir andlegu heilsuna þeirra, sko.